Grýlugleði haldin á Skriðuklaustri fyrsta sunnudagi aðventu ár hvert. Þangað mæta sagna- og tónálfar til að fræða gestum Grýlu, ferðir hennar og spyrja hvort hún sé enn á lífi. Við tókum sagnálfinn tali en hann gerði athugasemdir við nokkrar spurningar okkar. Ég heiti Dvalinn, sagnálfur. Heima hérna í Klausturhæðinni. Og ertu jólasveinn? Með húfu? Jólasveinn? Hvurslags auðlaspurning er þetta eiginlega? Ég er ekki jólasveinn. Heldurðu að því ég er með svona eitthvað eða? Já. Sko jólasveinarnir, þeir eru krakkarnir hennar Grýlu og Leppalúða. Ég er hins vegar 500 ára gamall sagnálfur. Og er Grýla ekki mamma þín? Nei, Grýla er sko ekki mamma mín, sem betur fer. Hvað ertu að gera með svona húfu þá? Hvað ertu að gera hérna? Þetta er nú bara svona, ég set hann svona eftir spari þessa sko. Hún eiginlega bara fer einu sinni á ári, þá set ég hann upp hérna á Grýlugleði, á Skriðuklaustri og skemmti krökkunum. Og hvað snýst Grýlugleðin? Grýlugleðin, hún er náttúrulega að við svona segjum svolítið frá Grýlu og syngjum hana. Og svo reyndar svolítið vesinn sko, stundum nefnilega þá koma þau. Já, spurningunum tilvist Grýlu var svarað þann daginn þegar hún braust inn dyrnar með Leppalúða sinn í eftirdragi. Þau voru að endurheimta mun úr hellinu sínum, auk þess að leita sér að æti í formi óþekkra barna. Dvalinn var hins vegar við því búinn. Þau eiga bara heima hérna hinum megin í dalnum sko, upp í Brandsóknslinni. Já, þannig að stundum koma þau af því að það er komið fullt af krökkum hérna, þá náttúrulega ætla þau að ná í einhverja krakka. Og náðu krökkum? Nei, við eigum nú ýmislegt svona til þess að reyna að koma þeim í burtu sko. Þetta er til dæmis svona ferðakross sem maður hefur í vasanum og svo bara burt með Grýla, burt. Og svona fleira. Og svo náttúrulega þolir hún alls ekki sálmasöng. Þannig að það er oft þrautalendingin. Það er bara að fá krakkana sem að syngja náttúrulega alveg eins og englar til að syngja Bjartir yfir Betlehem eða eitthvað svona fallega jólasálma. Að syngja Bjartir yfir Hann þvertekur fyrir að þekkja tröllkerlinguna persónulega þótt leiðir þeirra hafi oft legið saman. Nei, sem betur það þekki ég hann ekki, en ég náttúrulega hef margoft séð hana sko. Ég er náttúrulega orðið 523 ára gamall og hún kellingin er náttúrulega helmingi eldri en ég. En ég náttúrulega sé hana stundum, svona. En þá er ég yfirleitt bara lengst hérna upp í Klausturhæðinni. Svo ég horfi svona niður á hana þegar hún er að fara dalinn. Og hvernig er ástandið á henni? Er hún í holdum eða er hún orðin? Hún er nú bara nokkuð vel haldin kellingin sko, já. En samt, ég held að sé nú aðeins var svona draga af henni. En hún er ljót. Hún er alveg ríkalega ljót. Hún er ekkert fegrast með árunum? Ó nei, og lyktin af henni. Eða Leppalúða. Við köllum hann náttúrulega stundum Lappalúða sko. Það er svo vond hálfið á honum. Grýla sjálf féllst á að veita að austan viðtal heimsóknir sínar í Skriðuklaustur sem eru ekki jafn árangursríkar og hún vildi. Ég heiti Grýla og húsmóðir í Grýluhellinni. Og hvar er Grýluhellir? Hérna einhvers staðar upp í fjalli. Ég fer nú ekkert að segja þér nánar frá því. Alltaf gott að koma í Skriðuklaustur. Fullt af börnum og álfum og alls konar skrýð hérna. Og færðu eitthvað börn að borða? Nei, ekki lengur. Ekki lengur? Nei, alls ekki. Það er alltaf still. Er það? Já, ég hef ekki fengið krakka í 25 ára held ég. Er þetta ekki bara að leita á lengur stað? Ættir ekki að leita einhvers annan stað en Fljótsdal? Ég ætla kannski að fara á Suðurlandið. Ég hef ekki komið þangað í fjölda mörg ár. Við hafum kannski svið að athuga þar. Já, ég veit ekki margar sem fót á lúin að labba þetta. En kanntu best við hérna í Fljótsdalnum samt? Æ, það voða gott hér. En þessi álfur, hann er svolítið skrítinn, eða ekki? Já, bölva gaul í þeim. Já, það ekki? Jú, það er alltaf gaulandi eitthvað. Og þetta ekki hrifin af þessu lögum? Nei. Og alls ekki þessum sálmum. Nei? Nei. Þeir eru algjört eitur þínum beinum. Æ, þetta er bölvað eitthvað óþvægt í þessu. Ófríðað höfðum ber hún þrjú, þó er ekkert minn en á miðaldra tó. Grýla þarf eins og aðrir landsmenn að undirbúa jólin á aðventunni, á annan hátt þó en margir. Hún snýst nú aðalega að reyna að koma þessum jólasveinum á stað.
Í dag þurfa þeir eitthvað að gleðja krakkar og ég tek nú lítinn þátt í því. Já. En ég svo sem reyna að hafa fötin hrein og svona. Það er ekki meira það. Er mikið mál að koma þeim á stað? Æ, þetta eru óttalegi lúðar. Þeir eru latir og þeir nenna þessu ekki. Hvað gerir maður svoleiðis? Sparkar þeim út. Það eru fleiri sem hafast við í Grýluhelli, meðal annars jólakötturinn en ung álfar stálu bjöllin af honum og komu með í klaustur. Hann hefur ekki mikið að éta þessi missir frekar en Grýla sjálf. Hann er óskaplega gamall og hann fær líka lítið að éta. Þetta er ekki gott ástand. Þetta er ekki gott ástand. Svo þegar þessir bíræfnu álfar koma og stela af honum bjöllinu þá tínu. Hefurðu séð hann eitthvað staðar í dag? Ég týndi honum í dag. Kötturinn? Já. Nei. Það er ekki gott að rekast á hann sko, hann er svangur. Þetta er ekki gott. Og þar með var hún rokin. En við vildum spyrja álfinn hvort ekki væri rétt að hafa upp frekari varnir gegn Grýlu og hennar hyski sem sé búið að læra inn á Grýlugleðina og þann matarforða sem þar kann að leynast. Já, ég er búinn að koma hérna sko bara. Ég er búinn að koma hérna oft sko. Það er örugglega bara 15-16 sinnum sko. En það er náttúrulega ekki neitt sko, svona langri ævi. Það er alltaf jafn gaman. Og Grýla, hún kemur líka? Já, það er svona stundum ekki, en já, stundum kemur hún. Okkur finnur hún eitthvað alltaf? Er ekki svona augljóst að hún komi þegar hún veit af ykkur? Kannski ættum við að fara að færa þetta eitthvað, svona ekki alltaf hafa þetta á sama degi. Ég þarf kannski að stinga upp á því við að Skúla. Já. Já, það gæti kannski bara verið nokkuð góð hugmynd hjá þér. Þú ert ekki svo galinn. Hvað það verður veit nú enginn, vandi slíkt að spá. En eitt víst að alltaf verður ákaflega gaman þá. Gaman þá, ákaflega gaman þá. Já, það var svo gaman, ha? Jæja, við skulum bara drífa okkur upp í klausturhæðina. Þú ekki að húrra bara? Ójú, ha? Já. Gleðilega aðvendu, krakkar! Gleðilega aðvendu og